Komið sælar, kæru steingetur. Þetta lesturinn ykkar og núna verður þetta bara stutt og skýrt fyrir svona cirka næstu 2 vikur, eða það sem eftir af árinu. Ég nota hérna 2 tegundir af Golden Dawn spilum og síðan hérna Gateway spilin sem lokaspil. Við skulum kíkja á hvað þið eru að bralla, kæru steingetur, þessa lokadaga ársins 2022. Mjög margir sem fá þetta spil hérna, mjög mörg merki, búin að fá hérna 8 í bikurum. Táknar það að þið eruð að gefast upp á ákveðnum hlutum í lífi ykkar og eru búin að ákveða að taka skrefi fram á við varðandi nýjungar. Það er eitthvað sem ekki hentar ykkur lengur. Það getur verið erfið staða, erfitt samband, það getur verið ýmiss konar sorg eða neikvæðni sem að þið hafi verið fastar í, kæru steingetur, og nú eru þið að taka ákveðin skref sem að færa ykkur fram á við. Og þegar þið ákveðið eitthvað þá verður ekki aftur snúið með það. Eru þið ekki sammála með það, kæru steingetur? Þið eru mjög ákveðnar og þrjóskar upp til hópa. Eitthvað er samt búin að vera að ganga vel hjá ykkur undanfarið. Þið hafið fengið hérna ósku uppfyllta og það hefur orðið heilun í ykkar lífi varðandi ákveðna þætti, en síðan er hérna líka sorg. Þannig að það er svona sitt lítið af hverju og búin að vera svona hæðir og lægðir. En núna eru þið ákveðnar í því að þessum kafla í lífi ykkar sé að ljúka. Og þetta er akkurat kannski tíminn til þess að taka þannig ákvarðanir. Það verður svona hægur vöxtur í fjármálunum ykkar á næstunni. Farið vel með fjármunina núna í kringum hátíðirnar. Því að jól og áramót er ekkert betri þó að maður eyði miklum peningum. Jólin eru fyrst og fremst hátíð barna. Þau eru fyrst og fremst hátíð kærleikans og það að vera til staðar fyrir aðra, og gjafmildi þarf ekki að felast í peningaflæði. Gjafmildi getur verið að gefa tíma sinn, að gefa umhyggju og svo margt annað. Og börnin eru alltaf einlæg og glöð þó að gjafirnar kosti lítið. Þau vilja bara samveru okkar og tíman okkar miklu frekar. Svona undir lok ársins fáið þetta fallega spil hérna, keisaraynjuna. Keisaraynjan táknar allsnægtir. Hún táknar flæði allsnægta. Einhverjir ykkar, kæru steingetur, eiga ef þið vill vona barni eða er að koma barn inn í líf ykkar. Keisarynjan stendur líka fyrir það að njóta með öllum skynfærum, njóta með líkamanum, og þessi síðustu dagar eru kjörnir til þess, svo lengi sem ekkert óhóf er í gangi. Þannig að ég er áleika ykkur bara endilega að njóta lífsins án þess að vera einblína á hið gamla, og mér sýnist ykkur ætla að takast það nokkuð vel. Tökum hérna nokkur spil til útskýringar. Ok, ég er mjög ánægð að sjá hérna æðstu prestinjuna hér
Hún táknar tengingu ykkar við andlegu hliðina, að ef til vill verður einhvers konar framför hjá ykkur varðandi andlega þáttinn í ykkar lífi og þið farið að huga meira og meira að honum eftir sem að líður á nýtt ár og eftir sem að nýja árið kemur inn. Ég tek eftir hérna sérstaklega að þið fáið aftur þessa áttur sem að var hérna í miðjunni. Þetta tilfinningaáttan hérna í bikurum sem að fyrir mér bara ábending eða áhersla á þetta sem að ég var að tala áðan, að taka ákvörðun að breyta einhverju og stíga síðan skrefið. Þið eruð ákveðna kæru steingetur í því að nálgast þar sem gleður ykkur, þar sem veitir ykkur hamingju, og það kannski eitthvað nýtt í ykkar lífi sem þið eruð ekki vanar eða hafið ekki verið að gera mikið af áður. Þannig að nú kominn tími á það. Passið ykkur á því, kæru steingetur, að festast ekki of í huganum ykkar. Hugurinn getur orðið svolítið strangur húsbóndi ef við leyfum honum að ráða. Muniði bara að allt í ykkar lífi undir ykkur komið og þið í raun og veru eru við stjórnvölin í ykkar lífi. Þannig að þið leyfið neikvæðum hugsunum að taka stjórnina, þá voðinn vís. Þessi fallega prestinni hérna laumar yfirleitt á einhverjum leyndamálum. Þannig að eitthvað sem þið vitið ekki ennþá að brjótast fram í ykkar lífi á jákvæðan máta. Ef til vill skynjunin ykkar að eflast eða þið eru að sjá nýjan flöt á lífinu. Fyrir ykkur sem að starfið við andleg mál gæti þetta verið ný andleg tenging sem að koma inn í sambandið ykkar. Það eitthvað sem á seiði hérna í lok ársins sem verður til þess að þið haldið inn í nýja árið með leitina að sannleikanum, að vopni. Einbúinn hérna sem tengist meyjamerkinu svona ráðgefandi, leiðbeinandi afl í lífinu þar sem að þið reynið að finna svörin við því sem hefur verið þeim spurningum sem hafa verið að knýja á hjá okkur. Þannig að þið farið inn í nýja árið með svona þá hugsun að skoða hlutina öðruvísi og betur en áður og reyna að finna svör við ykkar lífsgátum, skulum við segja. Þetta þýðir líka það að kannski að fara svo tími í höndar sem þið að draga ykkur meira í hlé en áður og ef þið vill að hugleiða meira heldur en þið hafi gert eða byrja að hugleiða. Það svona einhver nýr sannleikur sem að koma til ykkar. Svo sé fjármálin ykkar eftir að glæðast eða verða stöðug eftir því sem að svona líður inn í nýja árið og það verður jafnvægi þar. Kæru steingetur, loka spilið ykkar. Já, að sætta sig við það sem eða taka því sem taka hlutunum eins og þeir eru. Það ákveðið æðruleysi í þessu spili. Sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt og breyta því sem ég get. Æðruleysið við í mörgum tilvikum, mörgum stöðum, mörgum verkefnum sem við erum að vinna að. Þannig að það mjög gott að vera með það svona sem leiðarljós og líka taka sjálfan sig í sátt og þau öfl sem við finnum að bærast innra með okkur, innsæið okkar og
já, bara allan hann kærleika sem við berum í brjósti, allt svona sem er að bærast innra með okkur, að taka okkur sjálf í sátt. Við erum eins og við erum ófullkomin eins og allir aðrir og það er bara í góðu lagi. Þá ætla ég að þakka ykkur innilega fyrir, kæru Steingerður, ljós og kærleikur.